Komið sæl og verið velkomin í frétti vikunar með Snorra Másinni, ritstjóra þann 17. maí 2024, vikulega fréttaþáttinn með einföldu grunngildin, ást og ættjörðu, ást og sannleika. Við hefjum þennan þátt iðulega á að taka það fram skýrt og skilmerkilega að við þykjum ekki rekstrarfé úr ríkissjóði, eins og flestir aðrir miðlar sem koma ykkur fyrir sjónir dagstaglega. Við erum stoltir af því að vera í samstarfi við öflugu íslensk fyrirtæki. Þorgrímsson, Byggingarvöruverslun. Byggingarvöruverslun með langa sögu sem þú ættir að kíkja í áður en þú gerir nokkuð annað eða út með framkvæmdir í huga, hvort sem það eru baðflísar, eldhúsflísar, efni á veggina, allt einfalt, nothæft, gott, ódýrt og maður fær alvöru aðstoð við að klára verkefnið. Þorgrímsson, hljóðvist, til dæmis þarft að bæta hljóðvistina. Þorgrímsson. Annað fyrirtæki er Reykjavík Photo. Við lifum á tímum tæknibyltingar. Það liggur fyrir á ýmsum hliðum. Það sem að hver maður getur framleitt efni í gæðum sem hefðu verið óhugsandi fyrir nokkrum árum. Leið þín inn í þessa byltingu er í Reykjavík Photo. Það sem fær hljóð, mynd og ljós ódýrt. Annað fyrirtæki að lokum er Myntkaup. Talandi tæknilega byltingar við fjöllum svo sem það oft í þessum þáttum að það er tæknileg bylting mögulega að verða í rafmyntaheiminum meiri háttar vendingar. Myntkaup er sú leið sem flestir Íslendingar fara við að kaupa rafmyntir. Einfalda örugleiðin að mínu mati til að kaupa Bitcoin er í gegnum Myntkaup. Myntkaup.is, kynnið ykkur málið. Frétti vikunar, hvorki meira en ég minna. Auðvitað ýmislegt að frétta. Veröldin er eins og við þekkjum hana í þann mund að umbreytast alveg. Töluvert hefur verið tíðindi á sviði gervigreindar í vikunni. Það er helst að nefna ChatGPT 4o frá OpenAI, nýju gervigreindarlíkani sem er sagt mun færara en fyrir líkun. Nú nálgast sú stund í okkar samfélagi þar sem að flestir sem taka sitt starf alvarlega, daglegar athafnir, hvers konar starf, fyrirtæki, rekstur, listsköpun, hvernig sem það er, allt mögulegt. Að flestir þeir sem ákveða ekki að tileinka sér þessa nýju tækni munu því miður dragast verulega aftur úr öðrum. Það blasir við. Svo hjálpleg er hún orðin. Sam Altman, sem er forstjóri OpenAI, var í áhugaverðu viðtalið þar sem að maður sá hann í raun og veru tala það sem almennu borgari, hvernig tækni væri strax að hafa áhrif á hans líf. Hérna lýsir hann því, kíkjum á það. I've only had it for like a week or something. But one surprising one is putting my phone on the table while I'm like really in the zone of working. And then without having to like change windows or change what I'm doing, using it as like another channel. So I'm like working on something. I would normally like stop what I'm doing, switch to another tab, Google something, click around or whatever. But while I'm like still doing it, to just ask and get like an instant response without changing from what I was looking at on my computer, that's been a surprisingly cool thing. Já, svolítið áhugavert að sjá þetta. Surprisingly cool thing. Þú ert stofnandi fyrirtækisins sem komið þessari vöru á markað, en á móti kemur einmitt þetta að gæðin eru einmitt farin að koma Sam Altman á óvart, þá ættu þau að koma okkur á óvart. Og það er spurning hvernig þetta mun þróast og hver birtingamyndin verður. Hvernig fólk mun nota þetta, mun fólk nota þetta bara allan daginn til að hjálpa sjálfu sér og hafa þetta sem einhvers konar aðstoðamann. Það eru margir sem sjá fyrir mér að gervigreindin verði að lokum einmitt það, einhvers konar persónulegur aðstoðamann sem gerir okkur öll að betra fólki eða verra fólki eftir hvernig maður lítur á það. En það er útistandandi spurning hvernig í hvað mynd það verður. Einhvers konar persónulegur aðstoðamann eins og ég sé að framkvæmdastjóri til margra ára eins og Sam Altman lýsir í fáum annað brótur og öðru viðtali við Sam Altman. Það sem hann að lýsa þessum tveimur leiðum sem geta verið framöndan í því hvernig gervigreindin mun hafa viðveru í okkar daglega lífi. Better. There's like I know when you hear people like talk about the AI future they imagine there's sort of two different approaches, and they don't sound that different, but I think they're like very different for how we'll design the system in practice. There's I want an extension of myself. I want like a ghost or an alter ego or this thing that really like is me, is acting on my behalf, is responding to emails, not even telling me about it, is sort of like, it becomes more me and is me. And then there's this other thing, which is like, I want a great senior employee. It may get to know me very well. I may delegate it. You know, you can like have access to my email and I'll tell you the constraints, but
but I think of it as this like separate entity. And I personally like the separate entity approach better and think that's where we're going to head. And so in that sense, the thing is not you, but it's like a always available, always great, super capable assistant, executive, It's an whatever. agent in a way. Mitt, ofurhæfur, háttsettur starfsmæður, segir Sam Altman. Sko, annar þáttur sem við fjöllum í vikunni færni nýja líkansins til beinna þýðinga á milli tungumála sem getur skipt miklu fyrir varðveislu smærri tungumála eins og íslensku. Nýja módelið frábrugðið fyrir módelum að því leiti að í gömlu módelin þau tóku rödd mína, breyttu henni texta, fóru með textan með einu líkani, fóru með þann texta inn í stóra góða líkanið, það kunni bara vinna úr texta og svo skilaði það texta tilbaka og því var aftur breytt í rödd. Nýja líkanið það sem heitir multimodal á ensku, það að segja það skilur mörg form, það skilur hljóð, það skilur sjón og það skilur texta, allt í einu og vefur þetta inn í einn taugavef. Það þessi grundvalla munur. Þannig að þegar framlíða stundir, þegar þetta ratar til okkar á íslensku, á ensku, í GPT-4 og maður ekki komið með aðgang að þessu öllu, það verið að rúlla þessu hægt og róla út, þá verður þetta augljóslega margfalt betra eins og við sáum í þessari kynningu hjá OpenAI sem þið getið flett upp, OpenAI chat GPT-4 en til gamans, ég ætla að sækja síminn, prófum það eins. Sæl og blessu, talar þú íslensku? Já, ég tala íslensku. Hvernig geti ég aðstoða þig í dag? Ég að velta fyrir mér. Ég með gamla konu sem talar aðeins ensku og ég tala ekki tungumál nema íslensku. Hvort að þú geti hjálpað mér ef að ég segi eitthvað við þig, hvort að þú geti þýtt það yfir á ensku fyrir hana? Já, ég get hjálpað þér með það. Segðu mér bara hvað þú vilt segja og ég mun þýða það yfir á ensku fyrir þig. Hvað viltu segja við konuna? Ég væri til að segja við hana, mér finnist mjög gaman að lifa á tímum þar sem að hún þrátt fyrir að kunna aðeins ensku og ég þrátt fyrir að kunna aðeins íslensku, að ég og hún getum átt samtal með þér sem millilið og þannig í raun og veru komið þeim skilaboðum á framfæri við hvort annað sem okkur sýnist. Ég myndi segja að þetta væri ein af stóru tæknibyltingum okkar tíma. Segðu þetta við hana á ensku. Of course, here's your message in English. I am very pleased to be living in a time where, despite her knowing only English and me knowing only Icelandic, we can have a conversation with you as our intermediary. This allows us to communicate our thoughts to each other. I believe this is one of the great technological revolutions of our time. Takk kærlega fyrir þetta. Annað, þóttu séum ekki að þýða núna, þá langar mér bara að spyrja þig. Getur þú sagt mér til dæmis, ég var á málþingi daginn þar sem við vorum að tala verðmæta sköpun í sjávarútvegi. Gæti þú sagt mér, eru Íslendingar að skapa aukin verðmæti í sjávarútvegi með því að vinna fiskinn heima og að hvaða leyti er fiskurinn verðmætari bara vegna þess að við höfum gert eitthvað við hann hér í landi áður en við flytjum hann út? Gætirðu gert grein fyrir hvernig við erum að svona hámarka verðmæti aflans? Já, ég get útskýrt það fyrir þér. Já, Íslandingar skapa aukin verðmæti í sjávarútvegi með því að vinna fiskinn heima áður en hann fluttur út. Þetta eykur verðmæti fisksins á nokkra vegu. En flökun og pökkun. Með því að flaka og pakka fiskinum á Íslandi hægt að selja hann sem hágæða vöru á erlendum mörkuðum. Þetta skapar meiri verðmæti en að selja hann óinnin. 2. Sérhæfðar afurðir. Með því að framleiða sérhæfðar afurðir eins og reyktan fisk, fiskimjöl og lýsi hægt að auka verðmæti fisksins. Þessar afurðir Já, þú ert ennþá með smá skrítin hreim í íslensku en ég gerir ráð fyrir að það muni batna. En gætirðu sagt mér hver Snorri Másson? Ég býðst velvirðingar íslenskan mín var ekki alveg rétt. Ég reyni að bæta mig. Snorri Másson íslenskur rithöfundur og skáld, fæddur árið 1970. Hann hefur skrifað fjölda bóka, þar á meðal ljóðabækur og skáldsögur.
Verk hans hafa fengið góðar viðtökur og hann hefur verið tilnefndur til nokkura bókmenntaverðlauna. Snorri hefur einnig fengist við þýðingar og hefur Mér er svolítið skrítið, stundum talarðu alveg án þess að vita hvað þú ert að tala um. Ég ætla að biðja þig að segja ekkert nema þú hafir sannarlega upplýsingar það. Ég móðgast ekki ef þú veist ekki hver Snorri Másson en þá vil ég að þú segir það bara beint út að þú vitið það ekki bulla. Þú hefur rétt fyrir þér. Ég veit ekki hver Snorri Másson Ég biðst velvirðingar á því. Ef þú vilt, get ég hjálpað þér að finna upplýsingar hann eða eitthvað annað sem þú þarft aðstoð við. Ef þú vissir ekki hver Snorri Másson var, af hverju svaraðirðu þá þessu bulli? Ég biðst innilega afsökunar á því. Það var ekki rétt að svara á nægilegra vitneskju. Eitthvað annað sem þú vilt ræða eða þarft aðstoð með? En gætur eitthvað lýst fyrir mér af hverju þú svaraðir svona? Það ekki auðvelt að útskýra nákvæmlega hvernig svörum mín mynduð, en markmiðið mitt alltaf að reyna að hjálpa þér eins vel og ég get. Stundum gæti verið að ég túlki upplýsingar á rangan hátt, eða reyni að fylla upp í eyður með því að veita eins upplýsandi svar og mögulegt Í þessu tilviki hefði ég átt að vera hreinskilnari og segja að ég vissi ekki hver Snorri Másson var. Ég skal leggja mig fram við að vera skýrari og hreinskilnari í framtíðinni. Ef þú með einhverjar spurningar eða þarf á aðstoð að halda með eitthvað annað, endilega láttu mig vita. Það hljómar eins og þú sért með smá samviskubit yfir þessu. Mér þykir það leitt ef það virðist þannig. Ég reyni alltaf að vera eins hjálpsamur og mögulegt og að viðurkenna þegar ég veit ekki svarið. Ég þakka fyrir ábendinguna og mun leggja mig fram við að vera skýrari og hreinskilnari í framtíðinni. Ef þú hefur fleiri spurningar eða þarft aðstoð með eitthvað, láttu mig vita. Takk hérlega fyrir þetta og þú þarft ekki að hafa samviskubit yfir þessu, þetta allt í lagi. Takk fyrir skilningin. Ef það eitthvað annað sem þú vilt ræða eða þarft aðstoð með, láttu mig vita. Vá, þetta var í alveg smá skrítið. Eða ekki? Höldum áfram. Kíkjum aðeins meira af gervigreind. Það sko OpenAI með þetta nýja módel sem heyrðu það orðið mjög klárt og það bara áherslu útfærslu atriði að slípa hreiminn íslenskuna aðeins og svo getur maður bara tala, það er þægilega að tala við þetta á íslensku en ensku. Ég setti það alltaf sem ég ætla alltaf að deyja á þeim hóli að ég myndi ekki byrja að tala við tækjum fyrir þau væri farin að tala íslensku og þau eru raunverulega farin að gera það. En sem sagt, það er ekki tilviljun að OpenAI hafi tilkynnt 4O-módelið í þessari viku því að Google var líka að koma með sitt útspil sem ekki síður sturlað. Kíkjum til dæmis á þetta sem þeir eru að leggja sérstaklega áherslu á þetta að vélinn sjái fyrir þig sem að OpenAI líka með en Google með mjög svona samfærandi dæmi. Kíkjum á þetta. What does that part of the code do? This code defines encryption and decryption functions. It seems to use AES-CBC encryption to encode and decode data based on a key and an initialization vector, IV. That's right. What neighborhood do you think I'm in? This appears to be the King's Cross area of London. It is known for its railway station and transportation connections. Do you remember where you saw my glasses? Yes, I do. Your glasses were on the desk near a red apple. Já, þetta spurningin líka, þetta á meðal spurningana, hvort þetta verði að lokum í gleraugum hjá manni, sem að sér bara svona út úr eða í símanum. En já, í grunninn, frétti vikunar, við höfum færst skrifi nær því að gervigreindin skáki mannskeppninni á nánast hverju sviði. Það eitt skrifi þóttu sem ekki endla komin á það, stundum talað þann áfanga sem þetta Artificial General Intelligence, AGI, almenn gervigreind, þegar gervigreindin hefur náð almennri greind.
Sam Altman sem ég var að segja sérst í viðtali að við séum ekki komin þangað, við erum ekki komin í almenna greind en að hann telli allt eins líklegt að það geti gerst í næsta líkani OpenAI eða þar næsta. Nú erum við 4, vorum með 3, það ekki svo langt á milli líkana og það auðvitað, ég veit ekki, ég hugsa eftir þetta samtal við kvikindið, það lígur að manni, eða þannig, í einhverju skilningi. Það hægt að rifja upp dramað í OpenAI í nóvember í fyrra, við munum eftir því, í nóvember 2023 held ég að hafi verið, þegar Sam Altman var steypt af stóli sem forstjóra fyrirtækisins, meðal annars af Ilya Sutskever, sem var einn meðstofnandi Sam Altman að fyrirtækinu og var þá í stjórn og það einn svona Ilya Sutskever sem fæddur 1985, held hann sé, hafi alist upp í Ísrael og Kanada, eða lært í Kanada allavega, og hann sérst einn af allra færustu manneskum veröldar í gervigreind, Ilya Sutskever. Og sérst að hann tók þátt í þessu valdaráni gegn Sam Altman að steypa honum á stóli sem forstjóra og þá var svona grínið að Ilya Sutskever hafi gert þetta vegna þess að hann sá eitthvað í vinnunni sem olli því að hann hugsaði bara ég verð að koma Sam Altman frá völdum enda hann ekki nógu ábyrgur eins og Sutskever hafi séð einhverja gervigreind eða séð einhverja tækni sem var slík að hann taldi einhverja aðgera þörf þarna innan hús. Svo urðu sættir sem virðast vera bara málamyndasættir vegna þess að Ilya baðast afsökunar á að hafa farið gegn Altman. Sam Altman var afturráðinn sem forstjóri, Ilya vék úr stjórninni og núna var tilkynnt í vikunni að Ilya Sutskever væri hættur endanlega hjá OpenAI. Hættur endanlega hjá OpenAI og Ilya Sutskever svona meðal þeirra sem hefur einhver verið nefndur í þessum hópi fólks sem hefur verulegar áhyggjur af öryggismálum í tengslum við gervigreindina. Hann á að hafa sagt við starfsmenn OpenAI að ef þau væri ekki hálfpartinn með áhyggjur eða með í maganum eða að hugsa allan eða þú ert ekki að velta fyrir þér möguleikunum á AGI, almenni gervigreind, þegar þú vaknar og þegar þú fer að sofa, þá átt ekki að vera að vinna þetta á hann að hafa sagt. Hann á líka að hafa lýst verulegum áhyggjum af því til dæmis, þessum möguleikum almennar gervigreindar á að festa endanlega í sessi stjórnmálalegt innreiðisfyrirkomulag í ákveðnum ríkjum. Sem mjög áhugavert hugtak að þegar þú hugsar það sem að gerast í Kína, þá eru Kínverjar að nota gervigreinda tæknina til þess að festa endanlega í sessi stjórnmálalegt innreiðisfyrirkomulag. Það er allavega sú mynd sem hefur borist mér hingað í myndverið í gegnum lestur vestrænna meginstjórnarmiðla. Maður hefur svo sem ekki mikla aðra mynd af Kína, kannski hún alveg fölsk, kannski það við sem búum í einhvers konar Truman Show og allt slemt hér en ekki þar. Það áleitin spurning en maður getur nú samt alveg séð fyrir sér að þarna í Kína sé eitthvað klikka í gangi með þessa gervigreind. Loks á Ilya Sutskever að hafa bent á möguleikan á því að ef að gervigreindin yrði ekki forrituð rétt að þá færi hún að lúta þessum náttúrulögmálum sem hylla öflugri verum umfram aðrar. Það er að segja lætur kerfin fara að þjóna eigin hag umfram allt annað, að gervigreindin fari að tryggja eigin öryggi en ekki öryggi mannsins. Og það er þá, einmitt, sem þetta augnablik kemur, af því að eins og ónefndur prestur sagði við daginn, þú veist, maðurinn hefur farið fram með þeim hætti sem hann hefur gert gagnvart alls konar dýrum og skepnum í gegnum tíðina, oft með þeirri réttlætingu að hann sé klárasta dýrið, sko. Þannig að það sé allt í lagi, sko. Þau séu móralst þarna óverðug á við mannin og ef við verðum heimskari en gervigreindin, akkur eftir hún ekki að fara að gera það. Jæja, við höfum svo sem ekkert verið mikið í þessum heimsenda spám en svona allt saman færi þetta mann til þess að hugsa eins og alltaf Ilya Sutskever hættur hjá OpenAI, þetta eru tíðindi, þetta samkvæmt Elon Musk, hann hefur lýst sínu sambandi við Ilya Sutskever, hann aðal ástæðan fyrir velgengni OpenAI. Við náðum þangað frá Google á sínum tíma, þannig að þetta ekkert grín. Bíðum spennt eftir að sjá framþróun í gervigreind. Við erum jákvæðið þessum þætti og bjartsýn, við trúum á möguleikana en áttum okkur á þessum sjónarmiðum. Held að verið mótmæli á Austurvelli í vikunni verið að merkja vegna öryggis í gervigreind og ég veit ekki, ég skil alveg hvaðan það fólk að koma, sko. En þetta virðist svolítið óhjákvæmilegt úr þessum. Hvað það yfir í annað. Þetta er tekið upp á miðvikudegi og útlendingafrumvarp Sjálfstæðisflokksins, stjórnarfrumvarp hefur verið tekið til umræðu í þinginu eftir því sem ég best veit.
hvort að fari alla leið í atkvæðagreiðslu óljóst á þessu stigi og allt þetta aðgerðir sem að draga úr straumi flóttamanna í þessu útlendingafrumvarpi. Þetta eru hert skilyrði fjölskyldusameiningu, kveðið á að aðeins þeir sem hafa búið hér á landi í 2 ár geti sótt slíka fjölskyldusameiningu, ólíkt því sem verið hefur. Dvalarleyfistíma á að vera stuttur, breytingar eiga að vera gerðar á kærunefnd útlendingamála til að hraða afgreiðslu kærumála. Síðan á að fella úr lögum, sem svona svolítið markvert í þessu, fella úr lögum hið sér íslenska ákvæði málsmeðferð hælis umsókna, þar að segja þegar fólk er komið hæli annar stað. Núna er stjórnvöldum skylt að kanna sérstaklega umsóknir þeirra sem hafa fengið hæli í öðrum Evrópuríkjum eða hafa fengið synjun og þetta á að detta út, eins og við skiljum þetta. Sér íslenska regla. Undanfarin ár hefur það verið þannig að Ísland hefur verið það ríki í Evrópu sem hefur fengið hlutfallslega flestar umsóknir frá einstaklingum sem þegar njóta verndar í öðru Evrópuríki. Og þá er að stoppa þetta, ég held að 90% fái nei hvað sem er og það fer mikil orka í að afgreiða þessar umsóknir. Þannig að það er örugglega ýmislegt fínt í þessu frumvarpi býst ég við og eðlilegt að færa þetta til betri vegar í svona skynsamlegri og hóflegri farveg þannig að menn geti verið sátti við þetta. Las að vísu í þessu málum ótrúlega umfjöllun í heimildinni í vikunni þar sem hafa verið að vísa nígerískum manni úr landi og var sem var giftur íslenskri konu. Hann var með ótímabundin ráðningarsamning hjá rúmfattalægum og giftur íslenskri konu. Giftur og í vinnu en vísa á landi og það er auðvitað eitthvað undarlegt við það. Það hljóta að vera einhverjar leikreglur í þessu. Þrátt fyrir að menn vilji hefta þennan straum og koma einhverjum böndum á kerfið almennt, þá eru einhvers konar leikreglur. Mér skilst það þessi maður hafi fengið brottvísun áður en að gifti sig, en engu á síður ef hann er giftur og í vinnu þá þurfa menn auðvitað að horfa til einhverjar eðlilegar sanngirni býst ég við. Útlendingamálin, síðan eru það forsetakosningarnar. Það við erum í fréttum vikuna hérna, við erum að fara yfir stóru máli forsetakosningarnar og að vísu líka, ekkert ótengt útlendingamálum, 2 góðar spurningar í kosningaprófi Ríkisútvarpsins, það sem að já, ef maður vill vita hvernig maður á að kjósa, getur maður svara 20 spurningum og þá fengið að vita hvaða frambjóðandi passar best við mann. Flestar spurningarnar ósköp eðlilegar en 2, eða kannski ekkert allar góðar, en 2 og þeim er einhver vorkunn, en 2 spurningarnar vöktu sérstaka athygli okkar. Númer 19, hún hljóðar svo: Það er í góðu lagi að forsetar hafi einsleitan bakgrunn og uppruna. Þeir þurfa ekki endilega að endurspegla fjölbreytileika íslensks samfélags. Orðrétt já, spurningin er hvort maður hefur sammálaðið þessu eða ósammála. Það er í góðu lagi að forsetar hafi einsleitan bakgrunn og uppruna. Þeir þurfa ekki endilega að endurspegla fjölbreytileika íslensks samfélags. Já, hvað veist þér? Kæri lesandi, finnst þér í góðu lagi að forsetar hafi einsleitan bakgrunn og uppruna? Eru ekki að kjósa forseta? Getur einn forseti haft einsleitan bakgrunn? Einn forseti með einsleitan bakgrunn? Hefur hann ekki bara einn bakgrunn? Getur hann verið einsleitur innbyrðis? Þetta er svona einhvers konar að mögulega þá að ef maður væri að kjósa út frá þessum forsendum, þá væri maður að kjósa til þess að forsetar almennt í gegnum tíðina með því að frambjóðandi nýi bættist við, að þar með væri komin einhvers konar fjölbreytileika. Það tala fjölbreytileika þarna, fjölbreytileika íslensks samfélags, sem þarna, já, við fáum ekki séð að margir séu í frambóði sem núna sem endurspegli endilega mikil fjölbreytileika. Jú, Baldur Þórhallsson er samkynhneigður, það fjölbreytileiki notað á því sviði, en að öðru leyti er það óljóst, þannig að aðalpunkturinn í þessu, þetta er spurning sem getur engan veginn stuðlað því að fólk átti sig á því hvern það vill kjósa. Þannig ég veit ekki akkur hún er höfðan inni eða hvernig hún er síðan notuð í að reikna þetta út. Einsleitur bakgrunnur forseta í eintölu, þetta er óskiljanlegt. Næsta spurning, númer 21. Forsetinn er forseti allra á Íslandi og talar máli þeirra, líka þeirra sem hér vilja setjast að. Forsetinn er forseti allra á Íslandi og talar máli þeirra líka þeirra sem vilja setjast hér að. Og þetta er eiginlega enn furðulegri spurning. Ef maður talar ekki máli allra sem vilja setjast að á Íslandi, er maður þá ekki forseti allra sem eru á Íslandi núna? Kemur þetta saman í pakka? Þarf maður að velja bæði forseti allra sem eru á Íslandi og forseti allra sem vilja setjast að á Íslandi. Mér minnir sko að Jóhanna Vigdís hafi spurt þessara fánulegu spurningar í kappræðum forsetaframbjóðandana á RÚV hérna á dögunum og fólk gat auðvitað ekki alveg svara þessu að enda bara, já, þeir sem vilja setjast að á Íslandi, er ekki hægt að sjá fyrir sér að þeir sem vilja setjast að á Íslandi skipti milljónum ef út í það er farið. Þeir sem vilja setjast að eða myndu vilja setjast að á Íslandi,
það töluvert stór hópur með ástandið víða heim. Forseti þá, ef hann segir já við þessu á hann þá að vera sérstakur fulltrúi þeirra, ef ekki þá er hann örugglega pólariserandi. Þetta eru undarlegar vangaveltur. Og eins og ég segi, eitt að spyrja þessu í sjónvarpssal og síðan að nota þetta í þetta próf. Ég veit ekki, kannski menn hafi bara verið að slá til hendinni hann í þessu prófi, það ekkert meira bak við þetta, en þetta undarlegt. Kosningaprófið getur auðvitað allana eða inniheldur svona spurningar auðvitað ekki verið marktækt. Ég tók prófið og ég fekk Viktor Traustason til dæmis, sem ég hafði gaman af í fyrsta viðtölinu en ekki eftir það. Annar frambjóðandi í þessu öllu saman Halla Hrund. Við ætlum að kíkja á myndband af henni hérna eftir stuttarauglýsingar. Ég vildi segja ykkur frá fyrirtækinu Rafstormi. Ef einhver vantar einhverja aðstoð í sambandi við rafmagn, hvort sem þið að setja upp hleðslustöð fyrir bílinn, endurnýja ljósin á heimilinu eða flytja inn á nýtt heimili, svo ég gerði sjálfur nýlega, á mæli ég hjartanlega með að hafa samband við kóngana í Rafstormi. Þetta eru ungi menn sem með virkilega vönduð vinnubrögð, einfalt að hafa samband, finna díl, hjólímálið strax, ekkert þess. Farið inn á rafstormur.is, allt sem ykkur dettur í hug í sambandi við rafmagn, þið leysa málið. Við ætlum að fá síðan stutta auglýsingu frá öðrum aðila áður en við höldum áfram með forseta kosningarnar, svo þetta margt annað sem við erum að fara að tala þetta. Tölum tilfinningu. Tilfinningu sem gagntekur okkur. Tölum svo Lexus. Já, Halla Hrund. Halla Hrund, ég var að saka hana þetta áðan, síðasta þætti að vera mögulega vélmenni. Og þarna, já, það var illa veið og ég fann að tala eins og Jón Gnarr og mætti hann ekki vanda talandan, ég að hugsa það núna og Jón Gnarr alltaf, þetta tekið eftir þessi viðtölum, þetta er orðið verra sko og já, þetta er óþolandi alltaf, manni var sagt í grunnskóla að gera þetta ekki ég var að saka Höllu Hrund að vera mögulega vélmenni í síðasta þætti, sem var illa veið og að þeir virðist ósatt að því að vélmenni myndi ekki ruglast svona í rýminu samveindarklippu. Maður horfir að sjálfsögðu, ég var ung kona eða ung, ég var bara algjörlega nýfætt nánast þegar Vigdís tekur við. Já, ég var ung kona, ég var alveg nýf í hver, þetta er svolítið góð klippa, hver man ekki eftir að hafa verið nýfætt ung kona þegar Vigdís tók við, nei, býtu, reikna út aldur, Halla Hrund Lóadóttir fædd 12. mars 1981, Vigdís Finnbogadóttir var kjörin forseti 29. júní 1980 og tók við embætti mánuði síðar, 1. ágúst 1980, hvort tveggja ætti að vera nokkuð þekktar dagsetningar, kjör Vigdísar júní 1980 og síðan eigin fæðingadagur, það er svona almennt að menn sem hann á traktirum, en Halla virðist að gleymt hvoru tveggja á sama tíma, ung fæðingakona Vigdís, það er þá gott við vitum að allavega að Halla Hrund mannleg og þetta er allt aukaatriði og leikur að tölum, dagsetningum, leiðilegt fólk sem mann dagsetningar, aðalatriði í þessu heimsókn Höllu Hrundar til Argentínu þar sem hún hitti loftslagsráðherra Argentínu án þess að hafa beint samráð við Guðlaug Þór loftslagsráðherra. Þetta er eitthvað sem er verið að gera skandalistundum með Höllu Hrund og það er eiginlega þannig að ef að þetta er eina sem þeir hafa á hana þá er hún í góðri stöðu. Halla undirrita þess einhverja óbindandi vilji yfirlýsingu um mögulegt samstarf í jarðvarma virkjunum á milli Íslands og Argentínu. Það er skandallinn. Morgunblaðið hefur gert eitthvað úr þessu og RÚV líka, eins og þetta sé stór mál, kannski er þetta, mér er bara alveg saman þetta. Þar fyrir utan skömmu eftir hina umdeldu vilja yfirlýsingu og tók Javier Milei við stjórnartaumunum í Argentínu og við vitum náttúrulega hvað Javier Milei hefur að segja loftslagsráðuneytið sem tók þátt í þessari vilja yfirlýsingu með Höllu Hrund. Ég held að Milei hafi ekki mikið álit á þessu plaggi Höllu Hrundar. Sjáum hvað Milei segir ráðuneytið á borðu loftslagsráðuneytið. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Ministerio de Ciencia y Tecnología y Innovación. Já, þið sjáum að Milei er svona
trabajo, empleo y hann hefur seguridad lagt social. áherslu á að Afuera. einfalda Ministerio de Educación. ráðuneyta Adoctrinamiento. Afuera. fjöldan Ministerio og segir þarna Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible afuera, burt með þetta, burt með loftslags ráðuneyti, sagði Javier Milei og þar fór vilja yfirlýsing höllur hundar með í ruslið, býst ég við, alvöru valdataka hana hjá Milei, en við höfum sagt það hér í þessum þætti þá spyrjum við að leikslokum það er umbætur sem hann hegst gera í Argentínu, meirum það síðar og þegar eitthvað kemur í ljós að öðru leyti talandi kosningabarátuna en samt ekki hana tengist aðeins Katrínu Jakobsdóttur, stjórnvöld að gefa út bók sem heitir Fjallkonan, þú ert móðir vor kær í tilefni af lýðveldis afmæli Íslendinga þann 17. júní 2024. Það eru 80 ár liðin frá stofnun lýðveldisins. Það er mjög eðlilegt að halda upp á það með veglegum hætti. Þótt maður sjá í athugasemdir frá glóbalískum tollfrelsissinnum eins og Ólafi Stephensen, formanni félags atvinnurekenda sem leggur þetta til bókargjöfuna fyrir hugað á Facebook, hann skrifar eða bara slaufa þessari furðulegu hugmynd sem hljómar eins og Jónas frá Hriflu hafi fengið hana. Já, að fagna lýðveldishátíðinni í anda Jónasar frá Hriflu, það eru þessi síðustu og verstu tímar. Getum ekki tekið undir það, við ætlum að taka hlið Jónasar frá Hriflu í þessu máli, en þessi áform rötuðust í fréttir eftir að þau breyttust aðeins þessi áform bókargjöfina til þjóðarinnar, að því að Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra þáverandi hafði ritað sinn formála og svo sagði hún af sér fyrir lýðveldis afmælið, þannig að farga þurfti 30.000 eintökum sem var búið að prenta. 30.000 eintökum var fargað til þess að nýr forsætisráðherra gæti skrifað formála. Nú skrifa Bjarni Benediktsson sinn formála, eins gott að hann verði góður Bjarni, eins gott að hann verði góður. Ég les á vef stjórnarráðsins að þessi bók verði að hluta til á pólsku og ensku, þessi lýðveldishátíðabók Íslendinga sem er tímanna tákn, auðvitað lýsandi fyrir Katrín Jakobsdóttur að geta ekki gert eitthvað svona án þess að hafa hitt með einhvern veginn hinn fjöldtengdi nútími, en sem sagt ég held að þetta séu þetta bara til að vera sanngjarnt, ég held að þetta séu bara eitthvað svona smá þýðingar og einhverjar útskýringar, greinar og eitthvað svona, en einhvað síður. Almennt fögnum við svona framtækja sjálfsögðu. Við höfum talað hérna á þessum vettvangi og víðar fyrir svona vinsamlegri, friðsamlegri, mildri, þjóðlegri vakningu hér á landi. Sem ég tel að við þurfum að halda til þess að hrista hópinn saman á miklum umbreytingartímum með mikið nýju fólki. Í skoðanabræðurum hlaðvarpi mínu og bróður minns sem kom í dag út, þá er sérstakur þáttur helgaður forvígismönnum íslenskar ættjarðar ástar eins og hún gerist best á 19. öld, fjölnismönnum. Hvar væru það án fjölnismanna? Það er eiginlega ískyggilegt að hugsa til þess. Mikli frumkvöðlar, mikli kóngar, mikli meistarar, við rekjum á líflegan hátt, þótt ég segi sjálfur frá í þessum þætti, ótrúleg afrek fjölnismanna. Í þá þjóðar á 4. áratug 19. aldar, engum, og í lok þáttar, við speiklum þetta aðeins við nútíman, en förum aðalega við söguna á grundvelli góðra og vandara gagna sem við höfum aflað okkur, frumgagna. Förum aðeins yfir söguna, ég og Berþór bróðir minn, en í lok þáttar þá reynum við að fara aðeins yfir þjóðureikni í nútímanum og slaufa þetta saman það hvert ástand þessara sjónarmiða sem birtust okkur í verkum þessara manna í nútímanum. Kíkjum á brot af því. Sjálfsmynd þjóðarinnar er ekki góð. Nei. Það þykir ekki flott að vera stoltur af því að vera Íslendingur. Nei. Nei, þú veist, er það einhver skrýtin skoðun að hafa? Nei, er það ekki bara frekar mikið fakt hjá mér? Já, sem sagt, ég fæ það frá fólki að það hafi áhyggjur, eins og segir, af þjóðrembunni í mér. Já. Og þetta segir mér að því ég er mjög hófstiltur í allri minni þjóðureikni. Ég er ekkit ofstækis maður, skilur. Þannig þetta sýnir mér að, þú veist, ef að mín mildilega nálgun kemur mönnum fyrir sjónir sem þjóðremba, sem er eitthvað neikvætt hugtak sem við erum talað það er líka, þetta orð þjóðurnishyggja er líka notað í bara hreinlega neikvæðum skilningi, þetta er þetta þjóðurnishyggja, þú veist, það er bara nóg að segja þetta eins og þetta sé ekki í raun og veru hlutlaust hugtak í grunninn, skilur ef hugsaðu þetta, hlutlaust bara lýsandi hugtak yfir eitthvað en ekki gildisleið, en það er gildisleið, þannig að það segir líka mikið menningar ástandi og hverjar skýringarnir eru á því hvernig málum hefur undið þannig fram að þetta sé svona í nútímanum. Sko, þú veist, við getum hort á samfélagsbreytingarnar sem hafa orðið á undanförnum áratugum, globalisman, þar að segja alþjóðavæðingu í þeim skilningi að ríki og þjóðir reiða sig á önnur ríki og aðra þjóðir eftir atvikum náttúrulega viðskipti við þau og innflutt vinnuafl, ferðaþjónustu,
bara í raun og veru svona samofna hagsmuni að mörguleiti. Við getum sagt að þessi þróun hafi leitt til þess að við verðum að byrja að hugsa á ákveðin hátt. Það er að segja að þjóðernis hugsun gengur mátast, passar illa saman við þetta. Ég er náttúrulega mjög ósammála að svo sé, en þetta hefur þá verið tilfinning margra, skilur, vegna þess að ef þú ferð bara 40 ára aftur tímann, þá var miklu meiri þjóðurækni í Íslendingum. Ég sá það bara hefur status á Illuga Jökulsson daginn, eitthvað þarna, það sem hann skrifar, þú veist, að þarna það sem hann skrifar rifjar það upp að í skóla hafi þarna kennarinn alltaf tekið upp á því upphafi dags að syngja Ísland öðrum skorið með börnunum. Ísland öðrum skorið, ég vil nefna þig sem á brjóstum borið og blessa hefur mig fyrir skikkan skaparans vertu blessað, blessi þig, blessa nafnið hans. Þetta er bara Ísland öðrum skorið og mjög fallegt lag. Mjög fallegt að syngja þetta, mjög fallegt að láta börn syngja þetta, mjög fallegt að byrja daginn á þessu, að mínum að því, skilur við. En hann segir bara, skrifa status þetta, var þetta ekki eitthvað skrítið? Og allir bara, jú, það var svo mikið, þú veist, og þetta er svona ríkjandi, ég er að segja bara, ég tek þetta bara sem dæmi það, hvernig svona ríkjandi hugsunarháttur allana frjálslinda vinstrirsins er bara andstyggð á öllu sem þarna basically skilabóðin í grunninn er bara þú átt að skammast þín. Já, þú átt að skammast þín og það í einhverju skilningi eru þau sko, eða allavega þú mátt ekki að þegar sko þannig skynja ég þessar hugmyndir. Já, þú átt að skammast þín. Já, sko, þú veist, allavega minnst ekki galið að segja að það þýði að þú eigir að skammast þín að segja að þú meir ekki að stoltur. Skilur hvað við? Þú veist, ef þú mátt gera stoltur þá áttu samkvæmt skilningu að skammast þín. Skilur, þú veist, er það ekki einhverjum þú veist, ég meina ef að barn gerir eitthvað slæmt og það má ekki vera stolt að því, þá á það að skammast sín. Þannig að þú veist, eins og ég segi, einhver lýsti því þannig, ég held að það veri Siggi Páls ljóðskáld þarna, sem skrifaði þarna endurminningabækurnar og ég held að það hafi verið hann sem sagði, þú veist, að þjóðernishyggja á Íslandi getur í raun og veru er svo meinlaus vegna sem við höfum ekki landamæri við aðra þjóðir að hún getur eiginlega aldrei orðið annað en hlægileg í versta falli. Það er worst case þá er þetta hlægilegt, þú veist. Þannig að þess vegna hugsa ég bara, hvað er þá, skilur og þarna, nei, og ég held að já, þessi viðbröð, sko, og ég, þú veist, stundum nenni að segja bara, hvað meinar með þjóðremba, skilur? Stundum nenni ég ekki að segja bara, þú veist, þú ert bara einhverju rugli, skilur, nenni ekki að tala um þetta, en stundum þegar maður nennir, þá kemur á daginn að þetta er ekkert þarna dýbra en bara einhver tilfinning fyrir orðræðinni og hún sé í þessa átt að, ég meina, þú veist, ég hef líka sagt þetta bara praktískum ástæðum að við þurfum ákveðna þjóðerniskennd hérna til þess að vera færum að taka utan um þetta verkefni sem er að fá alla þessa innflytjendur ykkar inn, skilur, til þess að verði áfram eitthvað svona lím hérna, skilur, af því annars verður þetta bara geðvitt ópersónulegt svona, þú veist, bara eitthvað svona eins og ég var í Brussel daginn, skilur, þannig bara fullt af fólki frá alls konar stöðum og tala saman einhverja sálarlausa ensku, skilur, mér finnst það bara persónulega, það næri mig ekki persónulega, skilur, að vera á slíkum stað. Já, það eru allskyns vangaveltur í þessu kæru áhörundur, hlustendur, lesendur, ritstjóri.is, þar er meira efni, skoðanabræður á Patreon, skoðanabræður Patreon, þar finnið þessa yfirferðum fjölnismenn og meira efni. Ég varði við, þú gætir fengið hugljómun. Hvað það? Snorri Másson, ritstjóri á öllum miðlum, ekki missa neinu, flettið þessu upp, fylgið mér á Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, veit ekki hvar, eða horfa á YouTube, íti á subscribe, þá fáið þættina, fáið aðra klippi, fáið viðtöl. Og hlaðurpum, getið ekki gert eitthvað svona 5 stjörnur og svona, fylgja þessu, gera 5 stjörnur. Ég minni á samstagsaðal okkar, Myndkaup, Þótt Þorgrímsson, Reykjavík Fótó, einnig Raf, Storm og ég minni á kjörorð okkar ekki síst. Ást á ættirðu, ást á sannleika. Við sjáumst hér. Að viku liðinni, Guð bless ykkur.